2013 þegar konan mín greinist, þá ég vinn mikið og bara rosalega svona mikið inn í þessum heimi, materialíska heimi sem að við föllum oft inn í. Þegar svona áfall gengur yfir þá heldur maður að maður sé með stjórn á hlutunum og maður geti bara gert það sem að haldi því áfram. Þóst vera einhver stór og sterkur strákur, það bara gengur ekki. Ég búinn að pröfa að vinna mig frá þessu, ég búinn að pröfa að drekka mig frá þessu, hvort það gengur. Það var ekki fyrr en að ég bað um aðstoð að þetta fór að ganga. Og stuðningsnetið svo mikilvægt út af því að þar fólk eins og ég og þú sem hafa þessa sömu reynslu að deila. Við komumst ekkert ein í gegnum þessa reynslu. Þannig að þessi reynsla hefur gert mig að betri manni og sterkari. Veit samt ennþá hverjir mínar veikleikar eru og þora að viðurkenna það. Og á þann hátt tel ég að ég geti einmitt aðstoða aðra vonandi í sömu sporum. Við eigum börn, við eigum maka. Maður þarf að styrkja foreldrið til þess að geta styrkt barnið sitt. Þannig að það ekki alltaf að barnið þurfi stuðning, heldur það þurfi stuðning foreldrisins og þá að gera að foreldri geti fengið stuðning hjá stuðningsnetinu. Þannig að þetta hefur þroskað mann að fá að vera stuðningsfulltrúi og kennt manni svona almenna samkennd með náunganum. Í þessu stóra sorgarferli sem að hefst strax og maður fær að vita þessi skilaboð. Það sem að móta maður mest í þessu að maður fyrir að hlusta meira á fólk, bara yfir höfuð, fyrir að lesa og heyra meira í aðstæðunum heldur en kannski bara að tala í aðstæðunum. Það skiptir bara rosalega miklu máli að fá hjálp, fá stuðning og svona jafningjastuðningur einstakur